Ásthildur Lóa, mennta- og barnamálaráðherra. Málefni barna náttúrulega eitt af stærri málefnum hreinlega á Suðurnesjum. Þannig að hvernig svona þín upplifun eftir að hafa heyrt í fulltrúum allra sveitarfélaga á fundi með ríkisstjórninni? Já, ég var nú ekki að hitta þau inn í fyrst skipti. Ég búin að vera í góðu sambandi við alla þessa sveitarstjórnarfulltrúa eða flesta þeirra og hef farið og heimsótt þessi bæjarfélög nokkru sinnum, fyrst sem þingmaður og svo núna í vikunni sem og síðustu viku sem ráðherra. Og ég verð bara að segja að ég dáist alveg af því hvernig sveitarfélögin á Reykjanesinu hafa tekið utanum málefni barna. Og þessi sveitarfélög hafa búið við erfiðar aðstæður. Hér hafa komið stórir hópar og stærri en nokkuð staðar annars staðar á landinu af börnum sem ekki eru með íslensku sem sitt tungumál og ég alveg dáist af því hvernig þessi sveitarfélög hafa tekið utan það, hvernig þau hafa einhvern veginn og hvernig hugarfarið þetta eru okkar börn en ekki þetta eru þau, þú veist, heldur, og þetta er ekki vandamál, heldur þetta eru okkar börn og það þarf að sinna þeim og það er gert með alveg gríðarlegum sóma hérna í Reykjanesbæ og á Suðurnesjunum og mér finnst það í rauninni að það sem að verið að gera hér, það er til fyrirmyndar bara fyrir sveitarfélög annars staðar á landinu og þau getur lært af þessu. Varðandi þetta ákall Suðurnesjabæjar sem kom núna nýlega, hvað getur þú sagt okkur það kostnað upp á 300 milljónir á ári vegna þessara mála vegna barna með fjölþættan vanda? Þetta er eitt af því fyrsta sem að ég flaggaði fyrir ríkisstjórninni. Það er vandi barna með fjölþættan vanda og líka þá þennan gríðarlega kostnað. Það annars er það vistun þessara barna og svo það, og við vitum að það hefur bara fyrir ríkisstjórn hreinlega ekki staðið sig. Börn virðast ekki að vera í miklum forgangi hjá þeim þó að ég telji reyndar að minn forveri hafi lagt mikið á sig og verið með hjartað á réttum stað. Svo erum við hins vegar með þessi gríðarlega þunguúrræði sem hafa setið á bæjarfélögum og jafnvel litlum sveitarfélögum sem að ráða illa við það. Og ég var búin að flagga þessu mjög ákveðið og ég bara rosalega hamingjusöm að geta sagt frá því að það verið að ganga frá samningi þar sem að ríkið gengur inn í málefni þessara barna og tekur allavega stóran þátt í kostnaði við vistun þeirra. Gott að heyra, en hvernig finnst þér svona staðan eins og í skólamálunum Skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja hefur talað það í mörg ár og bent á að framlag per nemanda til Fjölbrautaskóla Suðurnesja lægst á allra á Íslandi. Hver svarar á því? Já, ég geti sjálf segið svara því, það búið að vera í mörg ár og ég búin að vera í embætti í það bil 2 mánuði en ég hef líka spurt út í þetta og nú get ég samt ekki svara neitt nákvæmlega þar sem þarna eru flóknar reiknireglur og forsendur á bakvið sem að ég get ekki útskýrt sjálf en það verið að fara að endurskoða þetta allt svona til dæmis þá á grundvelli nemendafjölda og breytingar á samsetningu nemendahópa og þess áttar. Þannig að ég vona bara innilega að Fjölbraut Suðurnesja komi vel út í því vegna þess að þetta er frábær skóli. Og ertu svona ánægð eftir fréttamaður eins og þú sagðir nýlega fyrir nokkru dögum í heimsókn og ert búin að vera að koma oftar í haust og síðastlega haust og svona hvernig svona upplifun þín af því sem í gangi á svæðinu? Ég bara, eins og ég kannski, sagði áðan, þá var ég að tala bæinn og hvernig bærinn tekur á móti algjörlega frábært, ég er búin að heimsækja nokkra skóla, ég er búin að heimsækja leikskóla, ég er búin að heimsækja 88 já, og man ég ekki nákvæmlega hvað það heitir en 88 og þetta er algjörlega frábært starf sem að verið að vinna á öllum þessu stöðum. Það er mikil fagmennska, það er gríðarlega mikil metnaður og ég heimsótti fjóra skóla allavega í gær, grunnskóla og ég á síðustu 2 dögum heimsótt 2 leikskóla í bænum og þetta er bara, ég er alveg rosalega hrifin af öllu sem ég hef séð. Hvað hvatið til þess að fara núna í vikunni? Já, það var náttúrulega kjördæmavika og Reykjanesið er náttúrulega gríðarlega stór hluti og stærsti hlutin af kjördæminu og ég þurfti að vinna svolítið í ráðuneytinu líka en ég ákvað að bara taka tímann og ég tók 2 góða daga þar sem ég fór.
Þetta er náttúrulega þitt kjördæmi. Þetta er mitt kjördæmi og ég er bara rosalega stolt af því. Mér þykir rosalega vænt um þetta kjördæmi.